Jæja, við erum mætt aftur og ég komið með hann Ársæl Aðalsteinsson sem aðstoðar landsliðsþjálfari Íslands í borðtennis. Vertu hjartalega velkomin. Já, takk fyrir að fá mig. Bara minnsta máli, gaman að fá þig. Hérna, mótið hjá ykkur, það ekki byrjað, hvenær byrjar það í dag? Sko, mótið byrjar í karlaflokki bara eftir klukkutíma, einmitt í TBR og í kvennaflokki byrjar það klukkutíma seinna, klukkan 4. Þannig þið klárið alveg karlaflokkin fyrst, eða hvernig það? Nei, það er fleiri keppendur í karla heldur en kvennaflokki, þannig að það verður byrjað að spila fyrstu umferðina í karlaflokki og svo á tíma þá byrja kvennaflokkurinn og svo er þetta að spila svona samhliða. Ok, og mótið hérna líka morgun eða klára þetta bara allt í dag? Hvernig fram? Já, það klárast í dag. Að reikna með að svona úrslitaleikin verða að spilast sennilega svona upp úr 6, milli 6 og 7 myndi ég áætla. Okay. En fyrirkomulega er bara þannig að þegar umferð klárast þá tekur svo næsta við og það spila til loka. Einmitt. Og mótið í TBR. Það er rétt. Og hvernig það? Getur fólk komið að horfa eða eru þið með streymi eða hvernig hægt að fylgjast með ykkur? Það náttúrulega hægt að koma að horfa og við hvetjum auðvitað alla til þess að gera það. Á sama tíma, ég heyrði hérna í fyrir viðmælandeginum að þá hefur verið að spila í badminton, þannig að það er alveg tilvalið að kíkja á báðar hæðir og sjá báðar greinar. Einmitt. Og borðtennis er sem sagt spilað í efri salnum og svo er það verið að spila badminton niðri. Niðri, einmitt. Og hérna, veistu eitthvað hvað eru margir þáttakendur að keppa á mótinu hjá ykkur í ár? Já, það eru skráðir 21 þáttakandi í karlaflokki og 12 í kvennaflokki. Og þeir eru að koma keppendur frá 5 löndum ef ég man rétt. Ok. Þannig að þetta verður spennandi að sjá. En ekki? Nýja keppendur, já. Nákvæmlega, og hérna einhverju svona sérstakir keppendur sem að maður vill koma og fylgjast með eða sem eru hérna, já? Já, ég myndi nú bara hvetja fólk til að koma og fylgjast með öllum keppendum, en það eru þarna áhugaverðir spilarar að koma, einn mjög sterkur leikmaður frá Svíþjóð. Okay. Svo eru þarna 2 mjög sterkir íslenski spilarar sem hafa verið að berjast um velun hérna undanfarin ár. Okay. Og svo í kvennaflokki þar eru líka hérna sterkar konur og hérna ég á bara vona mjög spennandi keppni. Já, frábært. Og hérna þú segir karla- og kvennaflokki, þið að keppa í einhverjum mismunandi greinum eða hvernig virkar þetta? Þetta í þessu móti er keppt eingöngu í einliðaleik og í opnum flokki. Þannig að það er spilað 4 lotur sem þarf að sigra og leikurinn getur sem sagt farið þá allt upp í 7 lotur ef viðurinn er hnífjöfn. Já, ok. Þannig að þetta mót bara einliðaleikur? Já, það er rétt. Og hérna, er það yfirleitt svona mót í borðtennis? Er það yfirleitt bara einhver sérstök grein? Hvernig er þetta yfirleitt á mótum hjá ykkur? Já, það fer svolítið svona hérna hjá okkur innanlands þá algengast að spila bara í einliðaleik. En eins og á Íslandsmóti þá er spilað í einliðaleik í bæði meistaraflokki og svo 2 öðrum flokkum þar fyrir neðan, fyrsta og öðrum flokki. Síðan er spilaður tvílaleikur karla og kvenna og tvendarleikur. Já. Og við þetta bætist síðan ýmis konar Íslandsmót úlinga og það er spilað þá í svipuðum flokkum. Einmitt. Og hérna, hefur ekki bara undirbúningur fyrir þetta mót bara gengið vel? Ég held að undirbúningur hafa bara gengið mjög vel, jú. Og nú er bara svona að styttast í að nú er verið að setja upp borðin og þetta er að hefjast og það verður bara gaman að sjá hvort það. Bara mikil stemming. Mikil stemming. Frábært. Bara takk hérlega fyrir að koma hérna og spjalla við okkur og bara við hvetjum alla til að kíkja í TBR og horfa þá bæði á borðtennis og kíkja svo leiðinni kannski niður í badminton eða eitthvað. Endilega. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir að fá mig. Við ætlum að halda hérna aðeins áfram. Ég kíkti á borðtennisæfingu í fyrra, þannig að við erum að sýna þetta frá æfingunum frá mér í fyrra, svona að gera lítið um mér, en við kíkjum aðeins á þetta, kíkjum á borðtennisæfingu frá í fyrra. Hæ, við mættum borðtennisæfingu. Þetta með Magnús, eða oftast kallaður Maggi Pingpong. Maggi, hvað segirðu? Bara mjög góður. Hvað ertu með í þessu gula boxi hérna? Þetta er box sem ég búin að vera með frá ég var bara, ég er 12 ára. Þetta er bara game spaða minn í boxinu. Er eitthvað munur á svarta og rauða? Já, það getur alltaf verið og getur verið með mismunandi gummi á sikur hliðinni, skilur. Ég er með sama gummi, en sumir eru með, hraðara gummi hérna megin eða harðara gummi hérna megin. What? Þannig að taka með á smá æfingu eða? Bara ekki máli, sjálfsögðu. Ég er alveg frekar góð í borðtennis, myndi ég halda það. Ég held alveg svona smá að ég gæti alveg fengið allan 1 stig á móti Magga. Já, ok, alveg nokkuð stig. What?
bara ég held ég var actually góð í borðnis. Ég gat ekki tekið á móti einn uppgjöf. Maggi eitthvað annað sko. Þetta crazy. Til hamingju að vera góður. Já, takk fyrir.